Komið sæl og verið velkomin í 5. þáttinn af að koma saman bannað. Örn Arnarsson heiti ég og það spennandi og skemmtilegu þáttur framundan hjá okkur í kvöld. Það Dean Edward Martin mættur hérna í settið. Dean, blessaður. Innilega velkomin. Takk fyrir að hafa mig. Ég ætla nú bara að byrja á að spyrja, sko. Ég sé að ég þarf að breyta fyrstu spurningunni, sko. Ég veit ekki hvort að fólk sér það sennilega ekki nema í víðumyndinni, en þú ert í síðbuxum. Hvað að gerast? Ég ætla að koma í stuðbuxur. Já. Ég var ráðlega ekki fara í stuðbuxur í kvöld. Svo ég alltaf í stuðbuxur. Ég lifi vel í stuðbuxur. Já, ég man eftir mjög fáum skiptum. Þetta svona eitt af kannski 3 skiptum sem ég séð í síðbuxum. Þess vegna finnst mér ég verða að spyrja. En hérna, þú ert 47 ára. Já. Og mér langaði nú bara, því að okkur langaði að sjá hérna, smá, kannski kíkja á Instagramið hérna, þú ert í ofboðslegu og góðu formi. Það náttúrulega fólk sem þekkir þig veit að þú varst fótboltamaður lengi, þangað til þú varst 42 ára gamall. En ertu í jafn góðu formi núna eins og þú bara hefur alltaf verið það betra? Finnur þú þetta eldast? Ég mun segja úthald mjög góð. Jag måste säga att eins var. Men kanske snäppa en service ute på fotbollsvöld. Jag var för 20 år sedan överta. Ja, jag alltid reyna að halda mig í góða standi. Já, ég þreytist að skoða Instagrami hjá þér, bara að horfa á það, sko. Maður fer bara að velta því fyrir sig, sko, þú hættir 42 ára ekki rétt. Já, rétt, já. Maður velti bara fyrir sig, hefðirðu getað spilað lengur, eða, þú veist? Jú, auðvitað þú getur farið niður í deild og halda áfram. Ég með ástríð að vera þjálfari. Já. Og ákveð tími fyrir hættur og segja að koma gott. Og ekki vera einn af þeim sem út á völl og segja að hann ekki búinn að hættur fyrir langur síðan. Og mér fannst að það var rétti tímapunkt að bara segja ok. Var það þjálfunin sem að togaði í þig að taka þetta skref? Jú, ég var aðstofþjálfari í U19 með Forrúta Örlygs. Já. Og mér fannst það ekki rétt að ég gæti að spila móti leikmenn sem velja inn í landslið og vera inn í landslið. Og þetta rétti tímapunkt að bara segja að bara koma gott og stefna hærra í þjálfarinn og mennta mig betra. Já, en þú náttúrulega eins og ert mjög virkur og í góðu formi og alltaf varst þekktur sem með svona snöggur, snaggarilegur, gast hlaupið endalaust. Hvernig varstu sem krakki? Varstu alltaf á þeytingi? Hefurðu verið svona alla ævi? Frá ég var krakki, ég var alltaf satt, þú ætla að gera eitthvað að viti, þú hafa eitthvað sem hinn hafa ekki. Og ég kom frá stór borg, ég kom frá London og allir vill spila fótbolta og allir vill ná í langt. Og ég var alltaf satt að bara fyrir að geta laupa, fyrir að geta sprettur, fyrir að geta ýmsalegt betra en allir hinn. Så ég reyndi bara eins ég gat. Og yfir summertími var fótbolta verið í pásur. Ég var hendi í box og ég fór að æfa box alla dagar. Og vi var að æfa í sama gym sem Lloyd Hanningham, champion of the world, var að æfa. Og vi var að horfa upp til svona menn sem atvinnumenn, elite athlete. Og vi æft með þeim. Vi fór út að laupa með þeim og allir æft í sama stað. Og það var bara svoleiðis, bara ástríð var bara að vera í góða standi og vera betra en hinn. Ég prófaði að laupa og cross country laup líka og track and field, ég fannst það ekki jafn gaman. En hefur alltaf verið með þá svona keppnisskapið eða þetta drive til þess að gera þig betri og reyna að ná lengra heldur en aðrir í kringu þig? Jú, þetta var rosalega erfitt sem krakki líka. Það var ekki mjög auðvelt að koma á æfingar. Eins krakki hérna á Akranesi, það er ekki 5 mínútur allstað að komast á æfingar. Það var ekki hægt fyrir mamma og pappi minn að keyra mig á æfingar sem when ég var krakki. Og stundum ég var að fara á æfingar, ég var í Charlton, ég man eftir ég var að taka lest strætó frá skól upp í lestastöð, taka lest fyrir 35 mínútur. Så det var ingen strætó sem fór frá lestastöð til æfingarstað.
og þetta var 3,5 kilometra, så ég var að laupa þetta til að ná í æfingar. Og ég gerði þetta 3 vikur. Og þetta var bara, þú gerir hvað sem til að komast á æfingar. Þetta nú áhugavert fyrir sko, eins og krakkana í dag, eins og nefnir að það svo auðvelt aðgengið, það svo auðvelt að komast á allar æfingar, sama hvaða íþrótt það er. Já, það er geggja. Geggja fyrir krakka, sérstaklega og litli aðstæð, eins og Akranes. Þú getur bara að prófa ýmsilegt. Já, en þú, eins og segir, ert fæddur og uppalinn í London. Hvernig var að alast upp í stórborga, því að þetta er náttúrulega veruleiki sem að enginn kannski mjög fáir þekkja. Ég bjó rétt hjá River Thames, Tower Bridge, Suður-London. Og okkar leikfang var bara River Thames og vi voru spila klukkur og strætó. Vi var bara hoppa á eitt strætó og bara hoppa á annan. Og þetta var skemmtileg umhverfi til að vera krakki. Samt hættalegt og það rosalega mikið dóp hérna í þetta svæði líka og þú þroskast svolítið mikið. Já, hratt. Já, þú meira svona streetwise. Það þú alast umhverfi. Þú veit hvað þú á að fara og hvað þú á að tala við og hvaða hóp þú átt ekki að mingla með. Nei. Þú getur sé hvað fólk fara vitlaus átt og velja vitlaus líka. Þetta er örfitt. Já. En var fótbolti, af því að náttúrulega fótbolti hefur verið þitt líf. Já. Var það bara inn í þinni fjölskyldu? Var það bara strax komið? Var það í fjölskyldunni? Var fótbolti stórt mál? Horrorfótbolti, já. Það var ekki íta mig út. Þetta var mín ástríð. Já, en þetta var samt áhuga mál? Já. Allar fjölskyldan mín var Arsenal. Og ég fór alla heimaleik. Ef það var heimaleik, ég fór frá ég var 4 ára gammal. Frendi minn mun taka mig. Og svo síðan ég bjó í pub í London í 18 ár. Ég bjó inn í pub og mamma og pappi voru að vinna. Svo kynnast fólk inn í pub líka, så de mun taka mig og leikin líka. Så ég var snúið ekki að spila heima. Jeg gæti enda ég fara á Millwall, jeg gæti enda ég fara á Leyton Orient. Bara hvað sem var? Hvað sem er. Það var bara fótbolti. QPR. Já, ég bara fór og horfa leikin. Já, og það hefur nú verið nóg framboð, náttúrulega alltaf einhver leikur, einhver staðar í London, eða nánast allar helgar og... Jú. Svo líka when þú krakki, þú myndi ekki mæta og fara underground og lest með húa, Arsenal húa. Þú myndi ekki fara á Suður-London til North-London með húa. Þú myndi alltaf hafa henni plastpoka út í 1980, það var slagsmá og hættalegt. Já, þetta ekki alveg eins og að vera að fara bara í Vesturbæinn og annars skaga í dag. Nei, alls ekki, but spennandi líka. Já. Það var alltaf svona spenn og lögðdæn. Já, þetta er en hvenær byrjaði þú að eldast við bolta? Hvenær byrjaðu að spila í alvöru fótbolta? Nei, bara hvenær byrjaðu að var það náttúrulega þá í skóla? Já, hvernig yngri, svona krakkar yngri en 10 ára, hvernig byrjaðu þau í fótbolta? Það var svona youth club. Við byrjaði youth club, Fisher Athletic Youth Club og þessi youth club, það var með allt íþrótt. Það var með sund sem við fór aldrei í sund. Fyrir með fótbolta, fyrir með klifra vegginni og judo, snooker, polo. Vi fór hérna alla dagar. Efter skóla vi fór hérna og við verið hérna til 9:30 kvöldin og spila. Svo byrjaði að spila fótbolta fyrir þetta klubbur hérna þá. Svo represent South London, bara spila mot i North London, East London og þeim fara inn í stóra counties líka. Og þetta var geggja. Ég var alltaf lítil. Já. Ég bara stóð núna. Nei, ég var alltaf búinn að vera lítill, så ég var alltaf yngstu í minn ár. Já. Ég var fæddist 31. august og lock-off var 1. september. Já. Så ég var yngstu í minn ár og strákarnir var miklu stærri en ég, så ég var alltaf örfitt. Alltaf móti mann. Så ég bara motiverað að gera betra líka. Já. Þú ert fenginn 11 ára ekki rétt til þess að tengjast West Ham. West Ham kom og skoði mig spila, ég var að spila með minn klubbur og West Ham kom og bjóði mig á æfingar. Og ég fór hérna og ég var heppinn Billy Bonds sem var leikmann þá í West Ham spila
mesta leik ever för West Ham. Han var fjärde okkar þá. Ja. Och Tony Carr som var director of football hana, han den frægaste yngreflokka fjallari. West Ham var geggju umhverfi. Det var bara bäst för yngreflokk och fjallari team hana. Och i rauninni jag var bara síðustu kannski 5 ár búin að breyta fjallari team hana. Det búin að vera með sama felli bara í mörg ár. Og það var geggju að vera hana og ég man eftir út af ég skipti við annað Sundu líkklubb og við erum með besta lið í London þá. Og allir í okkar lið var tengda professional klubbur. Ray Parlour var að spila, Stuart Nethercott, Ray Parlour var Arsenal, Stuart Nethercott var Tottenham. Ty Godden var frægur winger líka, hann var í Arsenal. Og ég var búið að fara til Arsenal. Og það var bara, Arsenal, þetta var minn klubb. West Ham var bara best sem bjóð upp þetta aldurshóp. Fyrir þennan aldurshóp, og það hefur í rauninni, þú hefur séð það bara strax, þó að það væri Arsenal, að West Ham væri betra fyrir þig. Já, það var geggjað að vera þarna. Það var bara mjög flotta aðstæð þarna og mjög skemmtileg fjallari líka. Já. En þú ert þar hvað, til 15? Til 15 ára. 15 já. Og hvað gerðist það? Varstu þá búinn með eitthvað, þetta youth-program? Nei, ég var aldrei með samning hérna. Og ef klubb vill hafi, það myndi hafi áfram. Så ég aldrei skrifandi ekki neitt schoolboy-samning sem var búið. Ég bara neitaði að gera það. Og ég var hérna hvað sem Og ég man eftir að við vorum að spila innbyrðisleik. Og eins ég nefna á hann, ég aðeins minnið en hinn og hinn var að byrja að raka sig og með skegg 15 ára gammal. Og ég spilaði þessi æfingarleik, innbyrðisleik, sem ég ætla að velja til að spila móti Arsenal. Så ég átt mjög góða leikur og eftir leikina allt lífið bara vel gett og laga upp mörk og spila vel. Og ég var ekki valinn inn í hóp. Så jag lapp ut i bilstader och pappa min aldrig. Han säger väl gett. Han säger inte rosalega mycket, men jag vet att jag spelar väl och spelar inte väl. Och kom in i bil och han säger, jag kommer inte tillbaka här efter. Nu, efter. Jag säger, jag var inte valen ihop. Och han säger, okej. Jag styr vad som Så jag tog ett avkväd och inte fara tillbaka. Så ände jag strax i min hverfi, Fisher Athletics, sem var conference lík hérna. Einmitt, og gott þú nefndir Fisher, við erum nefnilega með dálítið skemmtilegt myndbrot af þér að spila með Fisher Athletic. Við skulum kannski fá að sjá það. Chase on here for Dean Martin. He got there ahead of Howells. Martin's inside the box. He's all round the keeper. If he can cross it across the face of goal. And he scored! Dean Martin has scored for Fisher Athletic. And Barnett's promotion party has been upset by an 18-year-old striker. An outstanding solo virtuoso goal by young Dean Martin. He got the better of Gary Phillips and curled the ball in for an acute angle. His fourth goal of the season. Vel afgreitt. Þetta fyrsta skipti ég hef séð þetta. Já, það gaman að því. Já, ég hef leitað þetta. Bara fyrir mig, ekki til sína einhverju. Billy Bonds var að horfa þetta leik. Hann var fjallari í West Ham. Og fyrir leikinn var nokkra lið sem var að horfa á mig. I previous games. Jag menar Chelsea, Birmingham och West Ham. Och Billy Bonds ákveði að fara á þetta leik. Og þetta var síðasta leik tímabil og við vorum að spila móti Barnet og Barry Fry sem var stóð í útendeld fótbolta og í Peterborough United. Hann var fjallari af Barnet-lið og þeir verið að vinna til að fara upp og við verið að vinna til að halda okkur upp. Og við tapði þetta leik, but við fór 2-0, ég skoraði 2 mörk þetta leik. Og fyrirliði okkar fyrir leikinn, hann segi, Dino, þú verður að spila vel í dag, Billy Bonds hérna og horfa á þig. Så þú vissi á hver þeir sitja þessi menn. Så heppin ég skoraði 2 mörk fyrir hálfleik. Og hann var farinn seinni hálfleik. Og ég hugsaði,
þetta tækifæri farin. Já. Og ég var kefti til West Ham eftir þetta leik Já. for 30.000 pund. Og frá non-league til West Ham for 30.000 pund. Og ég var fyrsta leikmann sem hann kefti som fjallari af West Ham. Já. Så det var rosalega spennandi tími og sömurinn var svo lengi að líða og ég var svo spennt að koma í atvinnumennsku. Já. Þannig ertu búin að vera frá 15 til 18 ára með Fischer. Já. Þú ert 18 ára þegar þú keyptir og þá ertu komin aftur til West Ham. Hvernig leiðið með það? Þetta var rosalega fyndin út men ég fór inn og ætla að diskussa samning og þeir spyrja mig af hverju fórstu? Og ég segi, þú átt að segja mig það. Ég var ekki valinn inn í hópin þá, en það var bara... Det var gott för mig lika till Froskus, till dæmis conference hvor fyrst med äldre leikmenn, till dæmis jag man efter vi spelade mot Welsh-lið heiti Merthyr Tydfil. Och Tommy Hutchinson var att spela gammalt leikmenn som spelade med Manchester City och spelade mot Tottenham i FA Cup final för några år sedan. Och jag var att horfa þetta leik. Och fyrst att spela mot så många gamla toppleikmenn sem er búin að eldast og bara detta niður í nývildeld. Ég læra rosalega mikið og þess vegna ég fannst ég rosalega gott fyrir ungi leikmenn að fara lán. Bara til að fá tækifæri að spila upp fyrir sig og á móti reynda leikmenn. Skipta engin máli þeir gamli, þeir geta ennþá spila fótbolta. Þeir er ennþá með þetta football brain. Já. Og þarna er náttúrulega má nú skjóta eða West Ham á þessum tíma náttúrulega í efstu deild og þú ert og þarna voru náttúrulega fullt af svona skemmtilegum karakterum í West Ham liðinu á þessum tíma. Fyrst með Clive Allen margir ungi kannski fólk sem að horfa myndi ekki þekka sig men með Chris Hughton sem Brighton fjallari, Clive Allen, Mitchell Thomas, Frank McAvenny, Ian Bishop, Tony, Steve Potts. Þetta allt saman nöfn sem eldri fótboltaáhugamenn kannast við. Við erum með 42 manna hóp og þetta var svakaleg samkeppnin. Bara til að reyna að koma nálægt þetta 18 manna hóp til að æfa með. Ef við skipta niður í 3 hópa æfingar, þú er alltaf bara spenntur, búin að gera nóg til að komast inn í æfingahóp. Ekki hugsa að komast inn í byrjunni. Voru svona varaliðskeppnir eins og eru komnar í dag? Jú, það var reserves, var það alveg... Það var combination league þá og til dæmis við spila einastinn Highbury, West Ham móti Arsenal og Tony Adams var nýkomin út af fangúsi. Og fyrst með Tony Adams, fyrst með Ian Wright, Anders Limpar, Steve Bold, Martin Keown. Að spila út yfir landslið helgi og þeir var ekki valinn, svo þeir spila móti okkur. Þannig að þú gast alltaf lent í einmitt að spila? Að spila móti bara topp leikmenn. En þú spilaðir hvað, þú náðir þó að fyrst að spila einhverja 3 leiki er ekki rétt með aðaliðinu. Já. Og ert þarna hvað lengi? Varst ekki alveg í 2-3 tímabil? Já, 3 tímabil. Og ég spila, besta tími var á móti Forest, heimaleik, home debut. Já. Það var síðasta leikið tímabil under Forest og það var bara geggjað til að upplifa þetta. Allt þetta vinna sem þú búin að gera til að koma á þetta stabli. Já. En þetta er stórt skref að taka. Þetta er stórt skref og það er margir eins og þú segir, það er rosaleg samkeppni. Ég hef oft velt í fyrir mér hvernig er fyrir unga leikmenn að koma sér inn í aðaliðin í Englandi. Er þetta ekki rosalega erfitt? Ég hef oft verið að hugsa með eins og bara íslenski strákar sem að leita eitthvað út fyrir Ísland. Hvort að England sé dálítið stór biti fyrir suma, nema þeir séu einhver svona supertalent eins og Gylfi Sig eða eitthvað svoleiðis. Það fer eftir einstaklingar. Ef þú er mentally sterk, þetta er allt annað búgæm að vera í Englandi en annar land í Evrópu. Ég mun segja það. Og það er búin að breyta svo rosalega mikið síðan ég er búin að vera. Þetta er bara höfðfari bara nummer 1, 2 og 3. Og það er svo margir sveiflur upp og niður og þetta er ekki auðvelt líf. Þetta er ekki bara blóm og bara skemmtun alla dag. Þetta er mikið vinna sem fer á bakvið þetta og það er margir íslenska leikmenn sem get auðvelt að spila í þetta. Það er bara rétta tímasetning, koma út og rétta klubbur.
Já, þú getur verið heppinn og landa í góða klubbur. Já. Og þjálfari halda sinn stað sem búin að kaupa. Já. Það ekki svo margt sem ekki breytt. Þannig að heppnin spilar mikið inn í þetta. En þarna lýkur þínum tíma hjá West Ham og þá ferðu og spilar 2 tímabil með Kettering Town, ekki rétt? Já. Og var það utandeildar lið á þeim tíma? Það var utendelt, professional. Já. Það var eitt lið sem fyrrandi eigandi Newcastle kefti þetta og við með Graham Carr sem þjálfari. Og Graham Carr var hetja í Northampton. Og han var búinn að taka Northampton lið frá 4. deild bara allavega upp á 1. deild. Já. Og han mjög frægur í fótbolta og mér fannst ég að vera góð skólinn að fara. Ég var aldrei hrædd að detta niður og ekki vera í besta. Mér langar að spila fótbolta. Ég var vanur frá ungi aldur til að spila í byrjulega eins og Fischer. Og ég vill bara spila fótbolta. Já, þannig að þú veist, ég vissum að sko margir myndi halda að þú ert þarna í West Ham í efstu deildarliði og nærið ekki að festa því í sessi þar að þú ferð í Kettering sem ég fór í Colchester á láni. Já, á láni eitt tímabil, já. En að sko, ég bara reyna að velta því fyrir mig sko hversu margir myndur örugglega halda að þú myndir bara missa áhugann að fara, þetta er mikið stökk niður og við, þú ert kannski með draumum að komast inn í West Ham en ferð niður kannski 3-4 deildir en þú ert að spila, eins og þú segir, þú varst að bara spila fótbolta og það skipti þig mestu máli. Það var aldrei kom til umræða að bara hætta þessu. Og ég fór í hinn átt líka. Ég fór frá að vinna með frendi minn og byggingasvæði fyrir nokkra mánuð til West Ham. Já. Så ég búinn að gera þetta svona kallað shitty work. Já. Og ég veit að ég get fara í hinn átt. Så taka skref tilbaka og vonandi taka skref fram gæti hjálpa mig. Já, og svo þegar Kettering-ævintýrið er búið þá ætlum við að fara að ræða eins Ísland eftir smástundu, við ætlum að fá eitt lag. Allir voru á skrallinu, á harmoníkuballinu. Mikill var hér meja fans, en enginn bauð mér upp í dans. Kann að dansa bæði, vals og ræn. Svífum gólfin bæði á, þá æ. Ég anda alltaf einn, fyrir utan þegar hann svein. Hélt ég væri konan sín og ég var alveg miður mín. Ég kann að dansa bæði, vals og ræn. Ég svífum gólfin bæði á, þá æ. Harmonik, harmonik, dans, 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 anskotans dans, 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 anskotans dans, 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 anskotans dans, anskotans dans. Mikið ég einmanna, hangi hér við kamrana. Konur mega eiga sig, ég fer heim að snerta mig. Ég kann að dansa bæði, vals og ræn. Við svífum gólfin bæði á, þá æ. Harmonik, harmonik, dans, 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 anskotans dans, 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 anskotans dans, 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 anskotans dans, anskotans dans. 1, 2, 3, 4! Já, þetta var lagið Anskotans með hljómsveitinni Hræ, en árið 1995 kemur þú til Íslands í fyrsta skipti. Já.
og gengur til þessu Káa. Manstu eftir þessari ákvörðun, hvernig bar þetta til, hvernig var haft samband við þig og hvernig leist þér á, hvernig fannst þér þessi hugmynd fyrst að fara? Það var maður í Reykjavík, eða Garabæ, Pétur Kristjánsson, sem átti Studio Optico hérna í Glerbúr hérna. Og han var i samband med Chief Scout og West Ham. Så Chief Scout og West Ham ringte mig og spurgte mig, 17. april var det bara, at du áhuga at fara til Ísland og spila. Så jeg sagde, ja. Så han sagde, okay, vil du ikke hugsa máli? Jeg sagde, nej, ég fer. Það var bara svona, bara 1, 2 og 3, já? Já, ég sagði, já, ég fara. Ég með engin fjölskyldu, ég var bara mamma og pappa. Ég fara ekki spyrja leiði og ekki neitt svoleiðis. Ég sagði, já, ég fer. Så han sagði, já, frábært. Svo ég spyrja ekki hvað lið einu sinni. Nei. Ég sagði, okay, så ég landaði á Keflavík og ég held að allir sem voru á flugvél voru koma með mig til Ísland. Þeir var að halda áfram. Ég var bara einn af þeim sem fór af flugvél. Så han sótti mig Pétur Kristjánsson og keyrði mig til Reykjavík og keyrði fram hjá Laugardalsvöll. Og han tók mig smá bíltúr og hann sagði, þetta lið sem þú átt að fara til. Ég sagði, var eitthvað annað lið sem var búið þá? Ég sagði, þú átt að fara til Fram. Ég sagði, ok, hver ég að fara? Þú að fara til Káa. Ég sagði, hvað það? Þú að fara flug. Så han tók mig út af flugvill og ég fór mig flug til Akurey. Så að landi Akurey, ég var bara, Jesus, hvað það gangi núna? Það var svona mikið snjó út allt. Það var bara versta vetur í mörg ár og ég var bara, Jesus. Så ég var sótt út af flugvill frá vinur minn Ásgeir Gíslason, sem góð vinur minn frá Akurey. Så han keyrði mig og hann sagði, hey, við bara kíkja á æfingar. Nei, leikur, Káa fór í bara æfingarleik. Så han keyrði mig upp í Fossvogi og það var á Möl. Og ég sagði, þetta var ég hef aldrei séð Möl áður. Nei. Þetta mjög góð Möl, segði hann. Ég sagði, það eitthvað slæmmöl og góð Möl? Ég var ekki viss. Svo ég sagði, ok, ball eller byrja. Svona var það. Já, en varstu samt, hristið þetta ekkert upp yfir? Varstu samt bara ákveðin, já, við bara kýlum á þetta? Jú, það var bara mjög fínt og ég gisti hjá Ási og Pétur Ómslev var þjálfari í Káa þá. Já. Og ég skiptaði milli. Út af Pétur var eitt þarna í Akurey og fjölskyldan hans kom. Ég var hand út og fór að gista með Ási og það snúast fram og tilbaka. Så ég aldrei gleyma að við spila eitt leik í Reykjavík. Og formaður segja, hei, mér líkir að íbúð fyrir þig þarna. Så stóð þarna heimilisfang og líkil, så ég kom tilbaka eftir leik og så ég var seint, så ég fór upp í íbúð, opna íbúð, tóm íbúð. Það var ekki stóleinu innan inn í íbúð, ekki rúm. Så ég var klukkan 2 í nótt, eitthvað svoleiðis. Så ég var með úlpur, så ég setta mér á gólfi og sofnaði þarna. Og bara, ég held að það var eitthvað grín. Så ég tók þessum grín og bara, það var flott hjá ykkur. Það var engin húsgögn í þetta. Það var bara miðsegn yfir það og held að það var bara allt húsgögn með þarna. En þú ert þarna, sko, þetta nú ekki fyrsta en ekki einaskipti sem þú spilar fyrir Káa, en þarna ertu 3 tímabil í röð með Káa, en ferð og spilar erlendis á milli. Já, eftir fyrsta ár eftir 95 sumar, ég fór tilbaka og fór til Brentford. Já. Og spila eitt tímabil með Brentford sem geggjar Paul Davis fyrir í Arsenal, leikmenn og spila þarna. Og það var allir leikmenn, þetta London, Brentford bara í London, rétt hjá Heathrow. Og allir leikmenn með sama stefna. Allir var svona omkring 20-25 og allir búin að vera í stólið omkring þetta, QPR, Fulham og West Ham, Chelsea, Arsenal. Og þeir released og þeir koma hérna, David Webb fyrir til Chelsea, leikmenn var þjálfari hérna. Og þetta var frábært stemning að vera hérna í Brentford. En hvernig virkar þetta fyrir kannski þá sem að veit ekki hvernig það virkar ef þú ert samningsbundin liði á Íslandi?
Nei, ég var bara skrifindi bara fyrir sumar. Já, það bara 1 ár í einu og þú hefur ákveðið að fara aftur. Jú, það var öðruvísi í reglu með FIFA þá. Þú getur bara skipta fram og tilbaka, það var bara félagsskipti, ég var ekki vandamál. Já, og svo ferðu aftur og spila 96 og 7 með Kawa, en það ekki á þessu tímabili sem þú ferði til Hong Kong? Já, 96. Já. Fór til 96, já. Segðu mér aðeins frá því, hvernig... Ég spilaði tímabili í Brentford og ég verð ekki búið nýja samning. Ég var átt mjög góð tímabil hérna. Ég ekki viska af hverju. Ég var bara eitthvað skrítið. Svo ég fekk, ég var alltaf að tala við Kawa, Ási vinur minn, og reyna að draga mig tilbaka. Så jag kom efter till Kawa, så den jag fick bara samtal i august. Vännen min ringde mig och sa, hej, Le Hong Kong vill få er. Så jag var bara samma när jag svarade, okej, kan jag fara? Så jag får. Ja, och veistu sko, hafðu du einhver tengsl við Hong Kong? Ekki ég. Nei. Jag var vänner min som nu när jag vinner i PFA, han var och spela ute i Havna. Och de vantade lekman. Och han bara ringde mig. Så jag flög ut till Hong Kong. Så jag och andra lekmän som jag känner av flygväl, vi var komma samman. Och vi var lappa ut. Och jag sa, det var paparazzi, jag bara fullt av myndaväl och allt detta. Jag säger honom, Bians. Einhverjir frægur að koma hingað og við bara sí hvað það Svo ég stóð hérna fyrir kannski 10-15 mínútur og enginn kom. Og ég sagði, ok, dríf okkur. Og þeir vilja bíða eftir okkur. Þeir vilja bara allir að taka mynd og eins og við var stóðstjörnu, rockstjörnu og koma hérna til Hong Kong. Það var bara við. Já. Og þetta hefur nú verið væntanlega töluverð upplifun að fara og vera, varstu 2 vetur í Hong Kong? Já, það var geggja. Frábært. Dálítið mikið öðruvísi. Já, það var bara, þetta eins milljón manns á heim hérna á Akranesi. Ég get ímynd hvernig að fara inn í búð og inn í bæ og... Já, sagnfræðingurinn okkar hérna á IATV, hann vill nú meina það að hérna þú hafi spilað landsleik fyrir Hong Kong, það rétt? Já. Hvernig kom það til? Það var breska eyjur ennþá. Það skipti yfir 97, ég held að var. Og de må velja 3 breska leikmenn. Så vi var valin inn í hóp, ég og 2 aðra. Já. Þetta var geggja. Vi spelade mot fyrrande Jugoslavia. Här var med toppleikmenn hade med Savicevic, Mihailovic som med Sampdoria. Savo Milosevic som spelade i Villa þá og þetta var geðveikt lið. Og ég ekki viðurkenni, ég hef aldrei laupið svo mikið í 45 mínútur og aldrei snetta boltan. Vi kom ekki nálægt boltan. Nei. Það var bara svoleiðis. Vi spilum mot Chile, Swiss og Nigeria líka, JJ Okocha. Já. Þetta alveg magnaða sögur, maður. En síðan kemur að því að þú kemur í IA 1998. Jú. Getur þú sagt mér aðeins hvernig gerðist það? Þannig að ertu búin að vera í KA í 3 ár, eða 3 tímabil og voru þeir ekki að reyna að fá þig í 4. skiptið? Jú. En hvernig komu Skagamenn? Það gerist, ég var í Hong Kong og forvörðamakkan og Steppi Fóður var í östar í Svíþjóð. Så Doddi, hann segir mig, hei, kom du hérna til reynsla í östar, í Växjö. Så ég segi, ok. Så ég flög beint frá Hong Kong til Svíþjóð og fór að trial hérna 1 vikur. Eftir 3 dagar, ég segi, við ætlaði að bjóða í samning. Så ok, frábært. Stóðs mig vel í þetta. Så ég mun skrifandi eftir leik á sunnudaginn, men þeir spila. Så ég segi, ok, flott. Fjallur er rekin eftir leik. Så samning minn var... Så Steppi segi, hei, ég skal ringi í það. Så hann hafi samvæði með Össi. Så ég var á næsta flugvél til Ísland og kom beint upp á Akranes hérna. Og
ég ekki bara að segja út í bú hérna, but það var draumur hjá mig að spila. Já, þannig að þú náttúrulega ert að spila hérna á Íslandi þegar IA náttúrulega að klára og ég fór 95 95 when ég fór að horfa Ulfsted leik, ég fór til Ólafsfirði og horfa leftu spila móti IA. Så vi fór á road trip, ég og vinni minni Ási, og vi voru að fara til Reykjavík, ég keira til að horfa leik og vi stopp hérna á Akranes af leiðinni og hann keira mig upp í íþróttasvæði og ég hugsa, ég segi honum, mér langar að spila hérna. Einhvern tíma, mér langar að spila á þetta völl. Og ég var heppinn bara steppi af samband með IA í sína tímir og þeir vill fá mig logi við fjálfari og ég kom bara beint hérna og gisti hjá Össi fyrir nokkru vikur, lengur en það, nokkru mánuð kannski. Svo það var bara og hérna kynnistu væntanlega Sigurður Ragnari og Siggaraka og Heimi Guðjóns, Ali Högg, og Steini Gísla. Þú og Siggi náttúrulega eigið síðan eftir að koma saman nokkru sinnum, við kannski koma að sinna meira á eftir. En þú ert bara þetta eina tímabil hér. Var þetta bara á þessum tíma þannig að þú varst bara að taka eitt tímabil, þú gerðir aldrei lengri samninga, svo fyrir þið káa aftur? Já, ég var búið samning til að vera áfram í IA. Já, ok. Og ég segi ætla að fara út og spila í vetur. Så ég fór til Stevenage og geggjur klubb, elskar þetta klubb. Það var eins að vera á IA. Það var bara svona lítið, bara stemning klubb. Og ég var með samband með IA allar vetur. Og mér fannst í sín tími, ég var rosalega reiður, ég var sveikt út af samning. Til dæmis ég landaði, ég flög hérna til Reykjavík og ég átti að vera með samning. Og ég var ekki til staðar. Ég ákveði að vera ekki samning og ég er ekki reiður lengir. Ég bara ok, aftur til Káa. Það var bara ekki disrespect til Káa. Mér langaði að spila áfram í IA. Akkurat. Það var geggjur klubbur og geggjur lið. Það gerist ekki. Og þarna kemur einmitt þetta tímabil, þú ferð í Káa og svo kemurðu aftur. Þú skiptir milli IA og Káa oftar en einu sinni, oftar en tvisvar. Af hverju bara Káa og IA? Kom aldrei til greina eitthvað annað lið á Íslandi? Var þetta eitthvað svona, náður tengingu inn í þessu bæði félög svona einhvern veginn? Bara gullu búning. Bara svoleiðis? Nei, það var bara svoleiðis. Það var ekki neitt hugsun út á bakvið þetta, ekki neitt svoleiðis. Það var bara, ég lifði rosalega vel í Akri líka. Og auðvitað IA stærri klubbur. Stærri klubbur og sögur á bakvið þessi klubbur IA. Og bænum og þetta geggjur sögur. Og ekki hægt að toppa þetta. Nei. Hvað margir leikmenn búin að fara að spila atvinnumennska bolti frá þessi litli klubb. Landsliðsmenn, besta landsliðsmenn. Óli Fóður, legend. Siggi Jóns. Ríkharður, akkurat. Og hérna, og þú ert, já eins og ég segi, þarna ertu að ganga svolítið á milli 2005-07 minni mig hér á Akranesi og aftur 2008-09 vantilega. Spilandi fjálfari í Káa. Já, spilandi. Hvernig þannig ertu byrjaðar að þjálfa tiltölulega snemma og hvernig nú ertu að þjálfa sem þjálfari en hvernig öðruvís að þjálfa sem spilandi þjálfari, að þjálfa þá sem þú ert að spila með og þú ert að velja sjálfa þig í liðið og... Það var ekki spurning, ég ætla að spila. Að hvað leyti þetta ólíkt? Þetta var rosalega erfitt á Hverfindi og það myndi ekki gerast núna. Í þessi tími, mér fannst við gera rosalega góða hluti með hóp sem við varum með, hérna fullt af ungi leikmenn. Hauka Heiður var að koma upp hérna, hann var 16 og ég sá strax hann myndi vera atvinnumaður. Og Almar var hérna líka sem komin aftur hérna núna og Sandor Matus, besta markmann á Íslandi, einn og besta markmann. Hann var hérna líka. Og þetta var flotta klubbur. Bara vanta aðeins meira kraft til að vera
góður klubur. Já. En svo kemurðu aftur síðasta tímabili sem að þú spilar með IA 2010 til 2013. Þá ertu spilandi aðstoðarþjálfari. Já. Var það þá sem að þú rauninni ákvaðst, af því að nú ertu búsettur hér, var það þá sem að þú ákvaðst að í rauninni að setjast hér að, eða var það eitthvað sem að þú ert búin að vera hérna síðan fyrir utan náttúrulega þegar þú ert í Vestmannaeyjum að þjálfa? Ég var með hús hérna when ég var í Akurey að þjálfa. Men ég kom tilbaka Dotti og það var frábært tímabil when vi fór upp frá fyrstu deild og rúlaði upp. Já, það er spurning hvort að þetta mikið bara fá að sjá þetta aftur ef það er hægt að þetta er 2012 móti KR. Það er spurning hvort við getum fengið að sjá þetta aftur og það er stóðsending hérna Gary Martin. Þetta er eftirminnilegt mark. Já, þetta var skemmtilegt lið, þessi hópur. En 2013 endar þín saga hjá IA. Ertu tilbúin að segja frá því hvernig þið lauk? Af hverju? Ég var með samning í rauninni. Ég var með afrekshóp líka hérna að þjálfa. Og Dotti hættur. Og í rauninni eins að gerast í fótbolta. Kemur annar þjálfari inn, Gulli Jóns kom inn. Og ég var ekki, ég bjóst við, ég myndi ekki vera inn í mynd að vera aðstofþjálfari hans. Og eins að gerast í fótbolta bara minn færast og ég og Gulli er góð vinnir og þetta bara fótbolta og það kom mér ekki óvart. Nei. Og þá ferðu á hittir fyrir Sigur Ragnar Eyjólfsson ekki rétt í IBVF. Já. Er það hann sem að í rauninni býður þér að koma? Já, hann ringdi mig og hann spurði mig er þú laus? Ég segi já, ég er laus og hann bjóði mig að koma sem aðstofþjálfari, ekki sem leikmann. Nei. Og ég segi já, ég verði til í það. Ég ræði þetta við Silvía og hún segi já, bara fara og vera með honum. Så vi fór út og ég fór undan honum og þjálfa leikmenn sem var á EM og hann var bara í Reykjavík með þeim sem var eftir. Og svo sen hann spurði mig, ég var rétt á tímabil byrja. Ég var búinn að fara að taka test með leikmenn og allt. Þetta til að spila? Segi já, ég verður til að spila. Så vi fikk félagskipti frá IA og ég skipti yfir til Vestmannaeyja. Já, og ert þar í 2 tímabil ekki rétt? Nei, eitt tímabil. Já, eitt tímabil, já. Og það er, þú síðan leggur skóna á hilluna 42 ára, 2014. Síðan þá ertu náttúrulega ekkert, þú ert ekkert hættur að koma nálægt fótbolta eins og held ég allir vita sem er að horfa á þetta, að þú ert að þjálfa bæði hjá félagsliðum, annan flokk hér og síðan ferðu inn í, ertu náttúrulega byrjaður fyrir talsveit löngu síðan er það ekki inn í verkefnum hjá KSÍ, hæfileikamótun og annað. Ég var inn þá í U19 þá, sem aðstoðarþjálfari. Så sen jag får från Vestmannaeyja och får till Brellebäck och vann med andra flockhattarna och vi kunde gå slut i 2 år i röd vi vann i andra flockdel. Så var mycket skemmtilega och mycket flotta leikmenn hattarna. Mycket flotta klubbar med går markmiðsetting hattarna hvernig koma leikmenn áfram. Já. Svo náttúrulega sennilega kannski eitt magnaðasta ævintýri kannski er ennþá eftir, það er þetta Kína ævintýri hjá þér og Sigga Ragga. Getur aðeins talað það, hvernig voruð þið, sem sagt tókuð þetta einhver 2, var það Siggi sem var ráðinn, vildi fá þið með, hvernig snerið þetta allt saman? Sem gerist var,
Siggi fór ár undan til Kína til Jiangxi Suning og hann ringdi mig og sagði hey, ég búinn að fá stað í Jiangxi Suning sem klubb sem Inter Milan á og Capello var þjálfari karlalið þarna og hann tók við kvennalið þarna. Så hann spurði, þetta tilbúin að koma? Og ég var búinn að vera í 2 ár í nám í HR, í íþróttafræði. Og ég var búinn með, ég stoppaði 1 ár út í fóta Vestmannaeyja. Jeg var ekki hægt að ferðast fram og tilbaka. Så ég sagði, nei, ég ætla að klára nám. Mér langar að klára nám. Út ég var aldrei klára skól. Og þetta stór markmið. Og að klára nám. Pappi minn hló en ég segi, ég ætla að fara í háskóla og fara í nám. Og ég sá aðeins, ég var 50-50 á ég klára nám og ég fara til Kína. Ég segi, nei, ég ætla að klára nám. Svo hann ringdi mig 8 mánuðir seinna og segi, myndu vera til að koma til Kína if ég var landsliðsþjálfari? Ég segi, kalla og kvenna. Hann segi, kvenna? Ég segi, jú, ég kem. Og ég sé ekki eftir þetta einu sekundur, þetta bara stærsta þjóð í heimir og skipta ekki máli strákur og stelpa, það fyrir að fara að keppa í stór mót. Og svo ég tók þetta skref og fór og þetta var geggja frá fyrstu sekundur. Og bíómynd í raunni, ég kan tala hérna fyrir margklukkutíma þetta. Ég bara eitt svona einfalt, þurftu þið ekki að þjálfa í gegnum túlkar hennilega? Jú, og ég var alltaf lægið til dæmis þú læra nokkra fótboltaorð og ég með túlk sem elda mig út allt. Ég far ekki að skoða hver hann var alltaf hann var komin í góða standi eftir nokkra öðrutum, hann var alltaf, og hann heiti Frank og hann var mjög góð enskur og han var mjög skemmtileg. Og we qualified for the World Cup, HM, og vi var 3. sæti í Asian Cup, sem svakalega stór dæmi í Asian Cup. Og vi var rekin út af... Það kom rosalega óvart, held ég, mörgum, að sú uppsögn, allt í einu eftir góðan árangur. Já, mjög góð árangur. En hver ástæðan? Ég meina, var einhver svona... Politik og við tappa fyrir Japan. Svoleiðis. Já, þetta var undir úrslit við tappa fyrir Japan og Kína má ekki tappa fyrir Japan. Nei. Ég held að það var bara út af því, þetta var, þeir voru að bæta sig, þeir voru að vera betri og þetta var rosalega skemmtilega minningur og held upp Björnsvömi okkar líka. Já. En þá, þetta nú fyrir að styttast í sig okkur, en þú ert núna þjálfari hjá Selfossi, búin að vera náttúrulega með fjarþjálfun náttúrulega núna í töluverðan tíma væntanlega. En það er spennandi starf, er það ekki? Mjög spennandi. Ég er að taka UEFA Pro nám núna. Ég á að vera útskrifuð núna í þessi ár. Og að passa vel inn sem átt sem ég er að fara og ég er mjög stolt að vera þjálfari Selfoss líka. Þetta er flotta klubbur, flott allt kringa klubbum í rauninni. Þetta er mjög skemmtilega ungi leikmenn og reyna bara að búa til svona kultur hérna. Þetta gerast ekki 1-2 bingo, það er bara eitthvað sem fyrir að byggja upp og þróa það og gera betri. Þetta er skemmtilega verkefni til að vinna í og óheppin síðasta ár. Óheppin er kannski ekki nógu góður til að fara upp, mista út á 1 stig, það var ekki nóg. Sen fyrir þú að vinna meira og gera betri og allir leggja sig fram og eru tilbúin að læra. Ég líka, ég veit ekki allt og ég er svo til að vera betri. Akkurat. Og taka næsta skref. Heldur þú verður í fótbolta og að þjálfa fótbolta bara þangað til út eftir niður döður? Mjög líklega. Ég get ekki sé mig ekki kring fótbolta. Nei. Ég fann sér erfitt að keyra fram að spekkvöldu og ekki horfa á og sé eitthvað efnilega leikmenn þarna og hvað tricks leikmenn að gera og hvað menn að gera almennt. Ég er rosalega fóðinni
Svona curious allt íþrótt og tengslu við fótbolta. Já. Ég fann sér rosalega spennandi. Þetta lífstíl. Þetta ekki eitthvað sem fyrir kveikja og slökka. Nei. Þetta ekki klukkutíma sem fer yfir daginn fyrir ekki að hugsa eitthvað fótbolta. Já, þannig að þú ert sennilega á réttri hillu með starfið þitt. Alveg klárlega. Jú, þú veit ekki hvað lengi þú að vera í stað hvað sem það bara nýta einustu myndið þú get. Auðvitað rosalega erfitt undanfarin vikur með COVID og gaman að sjá að allir í heimi í sama pakka. Cristiano Ronaldo bara að æfa heima hjá sig. Så ef hann getur að æfa heima hjá sig, af hverju get ekki bara leikmenn á Íslandi jafnvel að æfa heima hjá sig? Ef ekki betra, við getum fara út. Við getum gera hvað sem þetta, við gríshefnin. Ekki bara einu sinni dag, við múum fara út með og bara fara út af. Já. En hérna svona í blá lokin, Dino, þá langar mig að í rauninni að biðja tvennt, sko, líta yfir fótboltaferilinn sem að samkvæmt Wikipedia telur 508 leiki og 56 mörk á ferlinum. Hvað finnst þér standa upp úr sem svona eftirminnilegasta moment af öllum ferlinu þínum og síðan kannski hvað eftirminnilegasta momentið svona sem að tengist í? Ég hef aldrei hugsað svoleiðis mér fannst ég alltaf jafn skemmtilega að spila leik. Og ég hef aldrei telt upp leikinn og hvað mörk. Ég ekki búinn að skora mikið mörk eða Wikipedia lítið að vera vitlaus. Mér fannst það rosalega skemmtileg tímabil when við fórum frá fyrst til Úlfarsdeild. Þetta var allt umkring þetta, sumar var bara stemning og spennandi og svona lið successful, þetta spennandi og ég vil segja fyrsta leik, heimaleik fyrir West Ham á móti Forest. Þetta var geggja. Upplifað að vera í Hong Kong og spila móti stóra stjörna í Jugoslavia og Nígería í sínu tími. Að taka móti brons í Asian Cup fyrir kvennalandslið. Kína. Ég rosalega stolt af þetta. Ég hef aldrei ég get ekki mun eftir leiki sem ég spila og til dæmis ég myndi ekki eftir þetta mörk í rauninni. Ég alltaf next, hvað next og til dæmis ef Gulli Jóns hann get mun eftir bara hvað sekundur hann gerir hluti, hann muni allt. Og í stundum ég sitter og lusta við tala saman, ég man ekki eftir þetta. En þetta kannski, en þú taldi nú upp ansi margt, þetta búið að vera viðburðaríkur ferill hingað til og það eflaust ekki búið, það örugglega eftir að koma mörg eftirminnileg moment í þjálfuninni héðan af. En takk kærlega fyrir að koma í þetta spjall, Dino. Takk fyrir að hafa mig og það komið margir góða minningar og auðvitað að svifla í fótbolta. Þú ekki lengi, kannski eina stað lengi, njóta alla moment sem þú þarna. Ég búinn að gera þetta í botni og þess vegna ég fá búa hérna og hafa gaman þessu. Frábær lokaorð, takk fyrir það. Við ætlum að enda þetta á öðru lagi með hljóðstinni Ræ, það klikkaður. Þangað til næst, þá bara bið ykkur vel að lifa. Ég svo glaður, ég borðaði egg, keipti mér húsbíl og keyrði á egg, stóð út í garði og spilað og söng, já og ég fór í veiði en ég átt enga stöng. Því ég klikkaður, la 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 la. Því ég klikkaður, ba la 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 la. Þegar ég allskáður stend ég á haus og þegar ég fullur hann skotinn laus.
Ég pissa stundum í mig, já mér finnst það flott. Já, flestum finnst ég ógeð en mér finnst ég hot. Því ég klikkaður, ba-l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 a. Því ég klikkaður, ba-l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 a. Já, hann klikkaður og var það líka í gær. Við hlæjum að honum og sláum okkur á lær. Af einsku börum hans við erum öll orðin nær og vinnum fær. Út alla trissur ég hoppa og læ. Oft má sjá mig allsbera niðri í bæ. Ég tala við sjálfan mig tímunum saman að vera svona klikkaður. Geðveikt gaman. Því ég klikkaður, ba-l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 a. Því ég klikkaður, ba-l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 a. Því ég klikkaður, ba-l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 a. Því ég klikkaður.